að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Ekki rétt, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Við skiptum úr hestaíþróttinni yfir í borðtennis núna, en núna í síðustu viku og helgina þá fór fram bikarkeppni BH og sigurveri í kallaflokki var enginn annar en Magnús Kristinn Magnússon. Heill og sæll félagi. Heill og sæll. Og til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Já. Herðu, þessi bikarkeppni sem fór fram núna, þetta er eitthvað nýlenda eða ekki? Jó, þetta er eitthvað nýtt hjá þeim. Já. Það er hérna bara fengu styrktaraðila og það var bara veluna fyrir boði. Já. Og þetta er dálítið nýtt, sko. Nei, og það hefur ekki verið leiðilegt að vinna þá víst að velunafé var í boði. Nei, það var skemmtilegra, sko. Já, nákvæmlega. En þetta mót var stilt þannig í rauninni bara 8 bestu kallar og 4 bestu konur landsins var búið að koma og keppa á þessu mótið, það ekki? Jú, það er rétt. Nákvæmlega. Og hvernig tókst þér svona að, þetta var náttúrulega, þetta byrjaði strax, það ekki, þetta var tekið kvöld eftir kvöld, fyrst hófst keppninni það ekki, hvað var það, miðvikudaginn? Jú, það var miðvikudagur og 50dagur sem fór í þetta. Já, og þá var það 8. úrslitin sem að, þetta byrjaði það ekki 8. úrslitum og svo undanúrslit? Jú, það var spilaður 1 leikur á miðvikudaginum. Og síðan voru 2 á 50daginn, sem sagt undanúrslit og úrslit. Já, okay. Og hvernig gekk þér svona að fara alla leið? Þetta bara gekk alveg rosa vel, sko. Þetta var fyrsti leikurinn, það lendi ég á móti Pétur Gunnars. Hann er ekki mikil æfingu, þannig að það fór 4-1. Ég bara spilaði mjög vel á móti honum. Svo spilaði ég á móti Kára Mímisinni, sem er alltaf erfiður. Sem er alltaf erfiður. Já. Hann ég byrjaði rosa vel á móti honum, vann 3 fyrstu lóturnar, síðan kom hann sterkur inn, 3 lótur, síðan rétt marði ég seinustu lótuna. Já, þannig að þetta hefur verið rosalega alvöru undanúrslit. Þetta voru alvöru undanúrslit, sko, eins og gerast, sko, erfiðastir, hann Kári. Já. Það er bara þannig. En síðan lenti ég á móti Davíði Jónssoni í úrslitunum og það var annað eins leikur. 4-3. Já, þannig að þetta hefur verið alvöru keppni alveg frá upphafi til enda fyrir þig. Ekki spurning. Já, okay. Þetta var alveg og það var mjög sætt að vinna þetta. Já. En náður að fylgjast eitthvað með kvennaflokknum? Já, ég reyndar fylgdist mér ekki með því, en ég frétti að Kolfinna hefði unnið. Já, Kolfinna. Það er helviti sterk núna. Já, Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir og HK. Getur þú sagt okkur hlustundum aðeins hana? Hvernig borðtennisleikari hún er? Hvernig borðtennisleikari Kolfinna er? Já. Hún er bara, hún er svona smassari. Já. Við spila hratt og finnst gaman að smassa. Þannig að, ég getur sem ekkert sagt. Hún kannski þarf að æfa sig að gera snúning. Já. En ég, svo sem vill ekkert vera neitt að segja neitt. Það heldur en jákvæmt hana bara. Hún er bara það er leið upp á við og bara mjög efnileg. Já, ok. En hvernig hefur svona, fyrir þér, við byrjum aðeins á þér sjálfum. Hvenær byrjað þú í borðtennis? Ég var 10 ára. Já. Og það hefur ekki verið aftur snúið síðan þá? Nei, þetta er svo skemmtilegt, maður. Það er ekkert, maður er búinn að vera bara alveg með þessa dellu bara frá þeim að pröfa þetta fyrst, sko. Það er bara, maður er búinn að vera alveg húgt á þessu, þetta sjálf. Já, og eins og staðinu í dag, þú ert eða ekki efstur á styrkleikalistanum í Íslandi, eða? Jó, ég held að það sé allavega fyrir BH-bikarinn, þá var ég í efsta sæti. Já, þannig að þú heldur því áfram. En hvað er svona framöndan hjá þér eftir þetta mót?
það er náttúrulega deildin. Hún er við ætlum að reyna að vinna hana, Víkingar. Já. En KR, þeir eru svona sigurstranglegir. Við byrjuðum þetta ekki alveg nógu vel. Víkingarnir. Já. Þannig að við ætlum bara að setja allt í það að reyna að vinna deildina og já, það er svona helsta sem maður er að hugsa sko. Já. Deildin í fyrra, hún var alveg hrikalega jöfn, ekki satt? Ég var náttúrulega fjarri góðu gamni þar. Já. En mér skilst að það hafa nú bara verið nokkuð örugt í Víkingunum. Já. Það hafa nú bara verið nokkuð örugt. En svona með stöðun í dag, þá virðist sko keppnin, það er rosalega mikið samkeppni núna í karlaflokki, svona ef maður horfir í það til dæmis hvernig bikarleikinni fóru núna, þetta eru virkilega jafnir leikir oft og svona. Já, það er nú rosalega svona jafn. Svona menn eru rosa jafnir, það er nú bara þannig. Menn eru rosa jafnir og það geta allir unnið alla núna, það er ekkert með, þetta hefur aldrei verið svona jafn. Nei. Og en bortennisíþróttin frá því þú byrjaðir að æfa hana, það má segja að það er búið að fjölga svolítið, þetta er búið að standa svolítið í staði en það er að fjölga svolítið af félögum. Já, það er rosalega gott útbreiðslustarf í gangi. Og það eru bæði Sigurður Valur, fyrrum formaður bortennissambandsins og hann Ingimar, formaður bortennissambandsins í dag. Þeir hafa báðir þeir eru rosalega duglegir og ég veit að Ingimar er með fullt af hugmyndum og ætlar að gera góða hluti. Já. Og ég bara veit það að það eru margir góðir menn og konur sem að koma að þessu og er að styrkja íþróttina og gera hana betri. Já, nákvæmlega. En það er allan núna framundan, þetta er þetta ekki bara núna á sunnudaginn, þá í rauninni ræðst hvaða lið verður deildameistari eða ekki fyrst til karla og hvaða lið fellur í annar deild? Jú, það getur verið þessi rétt hjá þér. Ég er bara búinn að hugsa sjálf á mig, sko. Já, þetta, já. Bara að vinna leikina, sko. Já. Það er eina sem ég er búinn að hugsa um. Já, nákvæmlega, einmitt. En það er náttúrulega mikið framundan, það er náttúrulega deildakeppnir á sunnudaginn, en svo er það ekki, það er keppt í bortennis núna líka á laugardaginn á Reykjavík International Games. Þeir eru búnir. Þeir eru síðust helgi, já, fyrirgefðu, ég er alveg týndur í þessu, biðst afsökunar. Ég er bara það, sko. Já. En það komum við ekki, þú hefur væntanlega ekkert náð að fylgjast með því, eða? Jú, ég var á staðnum, sko. Já, sko, kallinn? Kallinn lenti 34. sæti, tapaði á móti sterkum spilarum frá Svíþjóð. Já. Þannig að það er bara ánægður með þann árangur, sko. Já. Það var bara mjög sterkur og bara sterkir spilarar sem komu í ár. Þetta voru 4 erlendir spilarar sem komu. Þeir frá Grænlandi, 1 Svíi og 1 Ungveri sem er enda búsettur hérna heima. Já. Og þetta var bara þrjusumót, sko. Já. Menn voru bara að spila rosa vel og menn voru bara koma óvart, sérstaklega 1 grænlendingurinn. Já, og hann sigraði það ekki? Jú, það var annar grænlendingur sem sigraði, strákur sem ég hef spilað í margoft og bara ekki verið neinu vandræði með. Hann vann þann sem að ég tapaði fyrir 4-2. Bara þrjus og góð úrslit fyrir hann, ungur og efnilegur, sko. Nákvæmlega, einmitt. Já. En það er allan að nóg framundan sunnudaginn, þið Víkingar, þið allan að ætlið svo sannarlega að taka deildina eins og hún leggur sig? Já, við ætlum að gera okkar besta. Það er allra besta. Hvernig hefur þetta verið hingað til núna á þessu tímabili? Er þetta búið að vera jafnkeppni? Já, þetta er búið að vera rosa jafn. Við erum 4 núna í Víkingsliðinu. Þeir ungi strákar sem eru mjög efnilegir og góðir. Svo er það ég og Daði Freyr sem er Íslandsmeistari núna. Og
ég og Daði, við erum aðeins búin að kannski, já, ég segi ekki, við erum náttúrulega báðir konum með fjölskyldur og erum svona kannski ekki alveg að taka þetta eins og þessi strákar. Þeir eru bara graðir og eru alveg brjálæðir í að vinna. Já. Þannig að já, það er bara, þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt, sko. Ég náttúrulega tók mér pásu og er að koma aftur inn. Og já, þetta er nú bara, þú veist, við ætlum bara að gera okkar besta og þetta, já, eins og ég segi, þetta er búið að vera jöfn og skemmtileg deild. Strákarnir eru búin að fá sjens og við erum bara svona að reyna að gera þetta í sameiningu. Já. Reyna að landa þessu, tekla skipun í höfn. Og keppnin á millikata nú að Daði, hann hefur nú verið í viðtali hérna og hann var mikið tilhlökkun í honum að fara að keppa við þig á nýja leik. Já, Daði er alltaf hress. Hann er alltaf hress. Við erum búin að æfa saman frá því við varum bara 12 ára gamlir og við góði vinnir og okkur finnst ekkert skemmtilega heldur en að fara niður í TBR og spila bortinu og tala saman og ríða upp gamla tíma. Já, og hvor hefur svona ofta betur? Það er rosa misjafnt. Það fer bara eftir dagsforminu. Já. Hann er betri í dag en ég var betri í 2 ár þar á undan. Því hann fer þetta bara svona eftir dagsforminu. Þegar þú ert að tala um dagsform í bortennis, það er mikið, það ekki líka andli hlutin í leiðinni, hvernig þú mætir til leiks? Jú, þetta er rosa andleg íþrótt. Þú þarft að vera alveg 100% fókuseraður og ef þú dettur eitthvað út eða ert ekki alveg 100% með fókusin í lagi, þá bara getur hinn bara unnið á og þú getur bara tapað leiknum ef þú klikkar eitthvað örlítið, sko. Magnús Kristinn Magnússon, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þessum allra besta á leiktíðinu og hvetjum alla til þess að, já, þetta er í Hagaskóli þegar ekki á sunnudaginn, liðakeppnin. Jú, ætli það ekki, ég bara er ekki alveg klár á því. Ég bara mæti. Það er allan að hætta að finna það inn á bortennis.is mjög sennilega. Já, ég kíkja á það. Bestu þakkir og gangið vel. Ok, takk fyrir þess. Já, bless. Já, ég nú held að ég sé komið með þetta hérna fyrir fram að mig, en þetta er á sunnudaginn, þá er, já, síðustu 2 umferðirnar í Íslandsmótinu, eða sem deildinni í fyrst til karla og kvenna, og það hefst 9. umferðin klukkan 10:30 karlamegin og þetta er alveg frá 10:30 til klukkan 3 daginn. Önnur umferðin fer fram svo klukkan 12:30 og svo er það hérna hjá konunum 10:30 mitt og 12:30 líka. Þetta fer fram í Hagaskóla í umsjón bortennisdeildar KR í Íþróttahúsi Hagaskóla að gera skella sig þangað. En ef við förum svona yfir það helsta inn á hvernig Reykjavík International, ef við byrjum á því helgina, þá var það nú þannig að sem fór fram núna, það var keppt í karla og kvennaflokki á Reykjavík International Games og staðan var þannig í einliðaleik karla, þá var það Ívik Nílsen frá Grænlandi sem sigraði, Karl Magnús frá Svíþjóð í öðru sæti, Magnús Kristinn Magnússon og Víkingi og Magnús Gauti Úlfarsson og BH í 3. til 4. sæti. Í einliðaleik kvenna var það Aldís Rún Lárusdóttir og KR sem sigraði og Kolfinna Bjarnadóttir úr HK í öðru sæti, Stella Kristjánsdóttir úr Víkingi og Auður Tinna A. Bjarnadóttir í 3. til 4. sæti úr KR. Og svo ef við förum aðeins í kallaflokkin, hérna hvernig þetta fór fram í 8 liða úrslitum, þá sigraði Magnús K. Pétur Gunnarsson 4-1, Kári Mímisson og Magnús Gauti áttust við og það endaði 12-10 í 8 lotu, sem að 4-3 fyrir Kára og Daði Jónsson sigraði Sessant Forgas Balind 4-0 úr HK og Ingólfur Ingvarsson úr KR og Daði Freyr Guðmundsson, Daði Freyr hafði betur 4-1 í undanúrslitum, sigraði Magnús K. Kára Mímisson 4-3, 12-10 í 8 lotu, Daði Jónsson sigraði Daða Freyr 4-0 og í úrslita viðregninni þá var það Daði Jónsson og Magnús K. sem áttu stuði 4-3, 11-7 í 8 lotu. Þannig að þetta var svakalega spennandi. Nú í kvennamegin þá var það þannig að Kolfinna Bergþóra Bjarnadóttir og HK sigraði í kvennaflokki en það var 4 konum boðið þáttaka. Kolfinna sigraði Aldísi Rún Lárudóttur og KR 4-2 í jöfnuleik í undanúrslitum
og í hinum undanúrslitum var það Bergrún Linda Björgvinsdóttir og Dímon og þar sem hún hafði betur gegn ástöðum úr Bankik úr KR 4-0 og í úrslitum sigraði Kolfinna Bergrúnu 12-10 í oddalóttu en Kolfinna lék betur framan af og vann fyrstu 2 lóturnar í úrslitakeppninni en Bergrún komst inn í leikinn og jafnaði 2-2 og í oddalóttunni hafði Bergrún frumkvæðið og var yfir 10-9 en Kolfinna skoraði 3 síðustu stigin og sigraði 12-10. Held ég nú, en við ætlum að fara næst í handboltan og línuna innan skamsir að Stefán Árnason, þjálfari Selfoss í Ólisteild karla. Sportþátturinn mánudagskvöld með